5. sinn sem við vorum að gera þetta og mér langaði að færa út kviðurnar, gá hvort það var hægt að gera eitthvað nýtt og ég sá þessu fallega lokal sem þessi sundlaug þá var maður oft svona leitt hugan að því, já, DJ-partí einhvað svona og þegar ég sá það á Facebook síðan hans Reynis að dóttir hans 11 ára gömul væri komin með puttana svona í það sem hann búinn að vera að gera DJ og svona hún hefði verið að spila í afmælinu sínu og ég sá hann heyrn tónlist að þarna væri rétti DJ-in sko og það finnst mér einmitt málið að krakkarnir sjálfur geta orðið svona meiri virkir þátttakandi, það er ekki úr vegi sko, það væri gaman að geta séð meira slíkt. Hugmyndin þróaðist það má segja kannski svona í 2 ár áður en að Punk og Patro var haldið í fyrsta skiptið. Þá fyrir ég að segja við Jonna eftir að við höfum verið hér svakalega verið gaman að halda svona alvöru punk-hátíð. Sko upphafspunkturinn náttúrulega að við Jonni kynnumst í mastersnámi á Bifröst þar sem við lærum menningarstjórnun og það var bara svipað leyti og við vorum að opna hér fyrsta vorið og hann hefur nú nefnt að hann hefur komið inn fyrst og einmitt séð ýmsa möguleika og svo fór kannski eitthvað að gerjast í kollinum á honum og síðan þetta tekið lengra og það var 2008 sem að hugmyndin kviknar hjá mér að það myndi nú vera gríðarlega gaman að gera eitthvað í Sjóræningjósinu. Og þetta var svona svolítið rætt í frímínútum stundum. Einmitt þetta hljómar svo vel, Punk og Patro. Þetta byrja kannski bara aðalega þannig að þetta er bara svo gott slagorð og síðan er bara unnið úr því. En þá kem ég á Patreksfjörð fyrsta sinn, heimsæki þau Öld og Davíð og það er verið að halda hérna Skjaldborgarhátíð hérna. Hún hvetur mig til að koma og ég einmitt kem hérna til þess að DJ-a meðal annars hérna í þessum sal og þau voru þá bara byrjuð á þessum rekstri hérna í Sjóræningjósinu. Ég kem hingað inn og það er bara leið og maður kemur bara inn í þetta hús, það hefur bara svona áhrif á mann að maður verður bara svo fljótt hrifinn og ég sem sagt bara hugsa með mér að þetta er tilvalinn vettvangur fyrir tónlistarhátíð og síðan tala ég þetta við Valla sem var með okkur líka í náminu og hann þróar þetta yfir í þetta miklu, finnst mér, víðar og skemmtilegra konsept heldur en ég var upphaflega að svona veltast yfir mér. Hér í þessum sal átti að vera sýning Sjórán og við vorum búin að hugsa þennan sal allt öðruvísi. Þangað til að bara óvart kom einn frá Ísafirði, Skúli Menski, til okkar og spurði hvort hann mætti halda tónleika hérna. Við sögum bara já, ok. Og þá bara það einhvern veginn þannig náttúrulegt að það hljómar mjög vel hér inni. Við höfðum áður verið með ástíðir, svona sem svolítið uppáhaldsbanda því að strengir hljóma virkilega vel hér inni og síðan voru við svolítið hræddir hvað gerist þegar þú setur fullt af græjum og heila þungaráshljómsveit. En það kemur líka bara virkilega vel út inn í sal hérna. Síðan fór ég í viðburðarstjórnun á Hólum og þá svona fara hjólin að snúast því þá ber mér að skila verkefni svona raunverulegu framkvæm eitthvað viðburð og þá segi ég bara ok, þetta ger ég að veruleika og sest þá aftur að teikniborðinu og sé að kannski tónlistarhátíð per se er kannski ekki alveg rétti vinkillinn heldur að horfa á þennan markhóp sem eru náttúrulega börn og unglingar að tónlistarhátíð með þau í fyrirrúmi, þau í forgrunni væri kannski eitthvað sem væri hægt að gera að láta standa undir sér í sjálfum sér sko. Og að því ég var búinn að sjá það svona að þarna væri kannski þörf á styrkjum og sem að kom í ljós að ég þróaði þá módel sem að hafði þetta sem ég er nú búinn að halda mig við og við erum búin að framkvæma hérna í 5 skipti að hljómsveitin heldur tónleika fyrir krakkana að lokinni tónlistarsmiðju og síðan eru aðrir tónleikar kvöldi fyrir fullorðna. Og með þetta módel þá er hægt að láta þetta allt saman standa undir sér. Með náttúrulega góðri og digri aðstoð frá menningarráði Vestfjarða sem hefur stutt Punk og Patro alveg frá upphafi og síðan hefur tónlistarsjóður til dæmis stutt okkur 2 sinnum og barnamenningarsjóður 1 sinni. Þannig er þetta hægt. Þetta er bara alveg frábært. Þetta gefur þessu krökkum rosalega mikið.
og líka það sko sem að mér finnst svo yndislegt við þetta, það bara farið í toppana. Það bara farið í bestu hljómsveitirnar á landinu. Og krökkum bara boðið upp á það ekki verið að bjóða þeim upp á neitt annars flokks eða þriðja flokks að þeir eru krakkar. Og þarna einmitt fá þau að vera með sko þungarokkurum og eru bara að eiga svona yndislegan dag með þeim og sjá einmitt þarna mennina á bak við leðrið. Og allt þetta vel menntaðir menn í tónlist og mjög færir á sínu sviði. Það náttúrulega sakar ekki líka að menn eru líka leikskólakennarar og tónlistakennarar. Þannig að þeir ná mjög vel til krakkana. Þannig að það alveg virkilega gaman að sjá þegar að krakkarnir og þeir unnu hér saman. Þetta bara svo fallegt fyrir að veist. Já, og þetta náttúrulega þessi salur sennilega flottasta venue sem við höfum spilað í. Já. Og það sko við höfum gert þetta nokkuð sem að spila fyrir börn. Já. Halda barnatónleika. Það það skemmtilegasta sem þú gerir. Það gefur okkur alveg lílega mikið. Og það rosalega miskunnarlaust sko því að það ekki til meðvirkni í þeim sko. Þannig að ef við erum leiðinlegir þá erum við bara búin að missa þau í eltingaleik við fáum alveg að vita það sko. Engin uppgerða kurteisi sem algengt vandamáli og fullorðnum. Já, og að fá tækifæri til þess að sko draga krakkana með okkur í að sko í vinnubúðir eins og var í dag það alltaf bara stórkostlegt. Svo líka held ég og sannlega fyrir þitt liti líka fyrir mitt liti þá það skiptir svo mikið máli verandi frá litlum bæ sjálfur. Og ég man svo vel þegar það var lítið að gera, þá var rosalega lítið að gerast. Það var bara alveg dautt. Þegar einhver kom og nefndi að gera eitthvað, hann gerði það svo mikið fyrir mann. Þannig að þetta líka, sko, já, ég held að svona, sá litli Baldur sé líka bara svo ánægður með stóra Baldur núna. Já. Hann sé ekki að kóa með þessu rugli og fara út allt land og hitta fólkið og saman hvað aldrei það og hvað það statt í lífinu. Já, ég klárlega mjög með henni. Það ekki? Þú ert allavega sá sem hlusta minnst á þungarokk. Þetta svo leiðileg tónlist. Hann hlustar ekki eins og skálmöld. Djók. Já, ok, jú, þetta fínt. Djók. Í einhverjum skömmtum, sko. Ekki kannski marga sólarhringi í röð. Við gerum mikið grín á honum á leiðinni, sko, þegar við erum að ferðast á milli staða, þá erum við alltaf að gera grín á Gunnar greinin. Og við spilum bara þungarokk í rútunni. Sko, ég held að það sé bara alls ekki rétt að þessi tónlist virka ekki fyrir börn. Ég held að sko, ef eitthvað þá eru börn hrifnari af rocktónlist en einhver öðru. Því að það er alltaf þessi orka og svona og þessi rytmi sem einhvern veginn grípur. Og þetta, eins og maður sér þau sko að í þessu stompi og slagverki og þess að við fá sko útrásina að berja með okkur að það gerir, þeim finnst þetta skemmtilegt. Svo held ég að vinna með okkur líka sko, við erum með sögur, við erum með goðafræðina sem að heilla krakkar rosalega mikið. Og svo erum við líka, við erum að gera þetta af því að okkur finnst þetta alveg óskaplega gaman. Ég held að það hljóti að smittast líka, við erum lausir við það allavega langt mestu leyti að reyna að vera að halda einhverju kúli, sko. Af því að okkur finnst þetta bara alveg ofboðslega gaman, þannig að við erum bara að leika okkur og krökkum finnst gaman að leika sér. Þannig ég held að þetta sé... Já, ég held að við mætum þér svolítið svona á, sko, á sama level í rauninni, Þetta bara, við erum bara að gera það sem okkur langar til að gera þegar við erum litlir og nú erum við bara ekki litlir lengur, þannig að þá bara fá að gera þetta með öðrum sem við litlir. Ég held að það hefur líka hjálpað til að stórpartur af bandinu er að vinna með börnundagsdagar. Já. Til dæmis vinnur á leikskóla og svona. Já, og svo erum við með 2 tónlistarkennara í hópnum og Jón Geir Trimbill, hann er þaulvanur að halda svona stompnámskeið eins og við vorum með fyrir börnum í dag. Og Baldur náttúrulega leikhópnum Lottu og svona, þannig að Þú hefur leikstýrt börnum og úlingum. Já, við kunnum þetta alveg, þetta hendur ágætlega. Sko, það var einhver sem hvíslaði að mig að þú hefur eitthvað skrifað fyrir Stundina okkar. Er það satt? Já, það er satt. Já, ég skrifaði 2 ár fyrir Stundina okkar. Og var alltaf spurður að því hvort ég ætti börn. Hvernig það geti verið svona skemmtilegt ef ég ætti ekki börn.
Ég barn, þannig að ég veit hvernig þetta var. Og svo gefur hann vinum sínum sem eiga börn. Já. DFFD diska og svona. Við fáum að kenna því. Já, það er þetta góð. Ekkert mál sem að þakka þér fyrir. Bara mínir ánægðir, vinur minn. Við vorum við stukkum algjörlega blind út í þetta. Við vissum eiginlega ekkert hvað við vorum að fara að gera. Nema það að við vorum búin að ákveða að við ætlum að vinna með kveðskapinn og við ætlum að segja krökkunum frá sögunni af börnum Loka, plötunni. Og við ætlum að vinna með Stone. Það var það eina sem við vissum. Hvort sem við kemur 5 krakkar eða eins og þú segir 60 rúmlega krakkar. Sem frábært. Við bara skiptum þessi 3 hópa. Gunni kenndi þeim að kveða. Já, ég kenndi þeim að kveða og það kom bara upp grunnskóla, leikskólakennarinn í bandinu. Já, kom svona hljóðstyrkuna svona, hækkaði svona voljúmið hérna. Það var mjög flott sko. Já, þetta eru stóra sögur, það eru stórar myndir í þessu og svona stór minni og það er alveg partur af því að þeim finnst þetta skemmtilegt. En ég held að þetta sé líka spurningum það börn læra texta mjög hratt sko og við vitum það líka sjálf að það er einhvern veginn, maður grípur fyrir texta sem að er svona sett eitthvað í sko, sem að svona texta sem að fljóta fyrir eitthvað svona auðveldlega áfram og við leggjum svolítið mikið upp úr því að búa til texta sem syngjast vel sko. Men ég held kannski þó að þau skilji ekki hvert einasta orð sko, þá held ég að hjálpi samt til sko, þetta er svona sko og við gerum náttúrulega mjög mikið í því að gera okkur skiljanlega sko, sem er oft hellingsvinna þegar þú ert að vinna með svona mikið háða og svona mikið læti sko, en það er mjög stór partur af því sem við erum að gera, bæði í stúdíu og tónleikum sko, að gera okkur skiljanlega. Það sem við þekkjum, mín kynslóð er sko þessi ríkisútgáfa námsbóka, það sem allt var njörvað niður og allt var í pólitísku réttskoðunar samhengi. Í dag aftur á móti eru menn þannig að gefa sér lausari taum og meira skapandi taum. Og sérstaklega því sem þeir drengirnir í Skálmöld hafa gert, þarna eru opnaða dyr að einhverjum svona, ég skulum að segja, fræðiheim sem áður átti bara heima inn í aðri menntastofnunum eða var bundinn á leiðilegum hætti inn í bækur í grunnskólaformi. Og þarna er þetta orðið svona, líkum að segja í þessum myndasöguformum og svona mjög skemmtilega grafískt útfært og tónlistin eins og hún er gerð þarna er sett í bundið mál sem krakkarnir skilja, þetta er ekki lengur á okkur á handritamáli og svo er þessu blandað saman með alveg, líkum að segja alveg allt og góðu rocki sko. En alveg stórkostlegu rocki og þeir frábærir einstaklingur og það skadar ekki í þessu að þarna séu tónlistamenntaði menn á ferð, menn sem hafa þekkingu á að miðla þessu til barnanna. Það hefur mikið að segja. Og það hefur verið með Punk og Patró að hingað yfirleitt hafa komið hljómsveitir sem hafa innihaldið einhvern meðlim sem á þessa tengingu milli tónlistar og menningar yfir til barnanna. Hvort sem það verið leikskólakennari, tónlistakennari, skildir einu, en þetta er alveg stórkostlega mikilvægt og þar hefur hátíðinni tekist vel upp og konseptið steinleikur í því samhengi. Þannig að það voru allir að vinna, krakkar og fullorðnir og gamlir og ungir og einhver einn, kannski voru margir sem að kunnu svona rímur og gátu skipst á, en einhver einn var að segja sögur, stundum bara að segja ævintýri, en stundum að kveða sögur og þulur og svona. Og allir hinni voru að hlusta á meðan þeir voru að vinna. Og það var náttúrulega engin hljóðfæri og engin hljóðnemar, þannig að sá sem var að segja söguna, hann þurfti að hafa hátt, svo allir heyrðu, þó að einhver væri að negla eitthvað eða saga eða eitthvað, þá þurfti kvæðamaðurinn, sá sem var að segja eða kveða söguna, þurfti að hafa hærra, þannig að röddin þurfti að heyrast yfir allan hávaðan. Að ég get alveg sungið eins og þið heyrðu á hann, afi minn og amma mín, alveg svona blítt og mjúkt, en þegar við gerum kveðum og eftir, friðartímar falleg nótt, þá þurfum við að nota útröddina, við þurfum að láta virkilega heyrast í okkur. Þannig að nú þurfum við að æfa okkur aftur og ég ætla að fara hinum megin, ég ætla að fara alveg út af bókasafninu hérna í endanum og ég ætla að standa þar og ég þarf að heyra í ykkur. Tilbúin. Friðartímar falleg nótt, fjölskyldan hans sefur, hæfilegan heitan brot, heimalengnum gefur. Nú er það að syngja rétt. Baldur heitir bóndinn sem búsnulandið gefur. Þetta er alveg að koma. Þetta var betra. Þetta hérna, það bara lokar fyrir. Góða kvöldið, Patreksfjörður!
Við vorum hérna í dag með svona vinnusmiðju fyrir gríslingana og það var algjörlega stórkostlegt að fá að vera hérna í dag með gríslingunum ykkar og ég treysti því að þetta verði ekki síðra hérna í kvöld, ok? Sko, við vorum byrjaðar að spila sem sagt hérna og ætluðum að stofna þjóðlega þungaráshljómsveit og vorum með flautur með þér fyrstu æfingunni, svo ekki meir. Baldur átti að spila á flautur og eitthvað. Flautur og mandolín? Já. Við ætluðum ekki að vera með 3 gítara, sko. Svo kemur einhver upp með þessa hugmynd að Gunnar Ben væri hugsanlega maðurinn í þetta. Á ég að segja það núna sannleikann? Já, ok. Sko, ég var á upprunalega listanum og það var mjög meðvitað ekki tala við mig alveg strax, eða sko, ég var ekki boðinn í hljómsveitina strax, en ég var látinn vita af hljómsveitinni. Það var ákveðið að leyfa þungarokkurunum að sko finna aðeins, ná aðeins saman og svo prófa að setja inn hljómborð með svona kórum og svona þegar menn voru sko aðeins búinir að þú hefðir ekki samt svolítið djaft af því að hérna, við vorum að ræða þetta sko, þetta var alveg kosning sko. Já, en þú veist það var alveg bara, nú erum við búin að spila smá. Ég var bróta núna. Ok, hvað segið að vera með hérna svona hljómborðsleikara? Ég held að þetta sé alveg rétt. En það var sko, það er samt, ég hugsa að þetta hafi verið aðeins minna út af kannski hljómborðinum, meira út af sko, kórum og kvæðum og fjölmyndum og einhver svona söngtönd sko, klálega. Börn vilja upplifa það sama og við, þau eru kröfuharðir neytendur og þeim finnst þetta ofskaplega gaman að komast í kynni við tónlistarfólkið og læra eitthvað nýtt og eins og strákarnir í skálum, þeir höndluðu þetta alveg fullkomlega. Þeir náðu að virkja allan hópinn sem kom hingað, það var alveg stórkostlegt.
svona viðburður hugsaður frá upphafi til enda að einmitt skilja eitthvað eftir eitthvað virðisauka í þorpinu og mynda þá einhver leyti afleidd störf sem verða alltaf með svona og við getum svo tekið þetta debatt skapandi greinar sem situr fast í hálsi margra stjórnmálamanna og ráðamanna. En þetta sko skínandi dæmi það, þessi hátíð, hvernig akkurat svona verður. Þessi hátíð kemur með tónlistamenn að sunnan og skipuleggjendur að sunnan, en þetta haldið í stað sem í eigu heimamanna. Það gist á stað sem í eigu heimamanna og allt sem þessir aðilar nýta sér í þorpinu, eins og matvæli og öll önnur afþreying, hún í eigu heimamanna. Þannig að þetta mjög mikilvæg þróun í viðburðarstjórnun hérna heima. Og þetta svona, finnst mér, þeir sem hafa þetta næmi og innsæi fyrir landi og þjóð og hvað þarf til þess að gera. Þetta skiptir alveg höfuðmáli. Það alveg engin spurning að partur af sérmannum. Það að fara í ferðalagið og vera hérna og upplifa stemninguna og gleðina sem ríkir hér í húsinu. Það engin spurning að það það sem gefur mér hvað mest í þessu starfi, sko. Þetta líka bara, maður finnur það bara hjá listafólkinu, hvernig það fara allir héðan svo glaðir, sko. Og þetta unnið í sem hugsunarstarf að Bönk og Bátró ekki rekið í ágóðaskyni og eins og við höfum fengið digga aðstæðu eins og ég sagði áðan og það það sem við treystum á og það módel sem að virka og síðan það bara gleðin sem maður upplifir, sem hinn raunverulegu verðmæti, sko. Það náttúrulega bara allir þessi vinir sem við erum búin að kynnast í þessum hljómsveitum og við viljum ekkert endilega nefna eina hljómsveit frekar en aðra en það alveg virkilega stór og mikill fjöldi sem búin að spila hérna síðustu 4 árin. Það það ekkert endilega tónleikarnir með mestu mætinguna eða stærsta nafnið sem standa upp úr. Það stundum verða bara svo rosalegi töfrar til hérna inni. Það einhvern veginn stendur alltaf upp úr. Þetta gerist alltaf öðru hverju.